Og það eru óvenjulegar aðferðir sem að ungmennahreyfing Rauða krossins beitir til að fræða ungt fólk alnæmismit. Ragnhildur Steinunn fylgdist með hlutverkaleik sem að hreyfingin stóð fyrir í gær. Við erum í það sem við kallum HIVF-leiknum, en það hlutverkaleikur með forvarnagildi. Það eru krakkarnir að þau fá öll svona hlutverk sem þau eiga að leika í kvöld, ákveðin persónuleika sem þau eiga að kynna fyrir öðrum persónuleikum í kvöld og ef að persónunum líst svo á þá geta þau ákveðið að sofa saman og það þá tvennt í boði, annarkvort geta þau stundað varið kynlíf eða óvarið. Munurinn það að þau annarkvort hella saman, hella á milli vökvum sem þau eru með í glasi eða ekki og síðan í lok leiksins eru allir testaðir fyrir HIVF. Og hvaðan kemur þessi hugmynd? Hugmyndin kemur frá Belgíu og við útfærum þetta svona hér. Bjuggum til íslenskar leiðbeiningar og fundum svona efnafræðina baku þetta. Stelpur, þið fenguð einstaklinguna Jóhann og Tómas til þess að leika þetta í kvöld og ég tók eftir því að þið skáluðu bara í ykkar glösum, stunduðu kynlífið með því að nota smokk, en helduð ekki á milli. Af hverju völdu þessir einstaklingar að sofa þannig hjá? Já, hún bara vildi ekki stunda óvarið kynlíf. Þannig að Jóhanna, manneskjan sem þú fékkst, hún notar alltaf smokka eða hvað? Hún notar alltaf smokka, það skiptir mál fyrir hana og hún í svona, sem myndi ekki fara að sofa hérna einum áns að nota smokka. En Tómas, myndi hann sofa hjá án þess að nota smokk? Já, hann myndi gera það. Hann finnst ekki skipta öllu máli en hann svolítið kærlaus. En hvað finnst ykkur? Hvað skiptir ykkur máli? Bara nota smokka, það bara sem mest, það skiptir mest máli núna. Haldið þið að svona krakkar ykkar aldrei hugsa mikið þetta, að nota smokkinn til þess að verja sig og það kannski fyrir HIVF? Nei, ég held bara ekkert að pæla í. Ég finnst það held ég að vera miklu meira fólk sem pælir í meira. Það bara mjög sætt líka. En haldið þið að þessi leikur eigi eftir að kenna ykkur eitthvað? Já, mér finnst það mjög spennandi og skemmtilega. Hvað ætlarðu að gera núna? Nú ætlum ég að taka þau HIVF-próf, sjá hvort að þau eru búin að vera passa nógu vel upp á sig. Hvað setur þau út í þetta? Þetta jóð bara. Hvað heitir þú? Ég heiti Kolbín. Já, þú ert bara í góðu lagi. Þú ert ekki smittaður, til hamingju með það. Notar Kolbín alltaf smokkinn eða hvað? Já, auðvitað. Kolbín mjög duglegur. En þá það að prófa næsta. Hver ert þú í þessum leik? Ég Þóra. Þóra hugsar ekki alltaf það að vera með smokkinn, sko. En pælir í hverjum hún sefur hjá, en var ekkert sérstaklega mikið að pæla í smokkinn. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta fer. Já, að tjekka á Þóri. Já, til. Því miður Þóra, þú ert með HIVF. Hvað hefur þessi leikur kennt þér? Bara einfaldlega að passa betur upp á þetta. Sérstaklega maður þekkir ekki fólki neitt sem að sofa hjá. Nota smokkinn? Já, passa sig.